Komið sæl. Þá ætlum við að halda áfram að leysa jöfnur og það gilda áfram sömu lögmál og við fórum yfir í síðasta myndbandi. Það er að segja að við getum líkt þessu við vogarskál og gert alltaf eins báðum megin til að einangra x-ið, eða þá við getum fært yfir eins og ég sýndi ykkur líka. Og reyndar finnst mér svona þægilega að færa yfir samansammerkið, þannig ég ætla að halda mig við þá leið, en þið ráðið að sjálfsögðu hvora aðferðina þið notið. Það sem bætist við hjá okkur núna eru raun bara 3 smáatriði sem ég ætla að sýna ykkur, 3 dæmi sem að reyna á ólíka þætti og við vindum okkur bara í þau. Hérna er langt dæmi sem við þurfum að einfalda, en það sem ég ætla að sýna ykkur með þessum dæmi hér er að þegar ég segi við ykkur og ítreka núna að markmiðið er að reyna að finna hvað eitt x er mikið og þannig ætlum við að einangra x-ið öðrum megin og tölurnar hinum megin. En þá skiptir ekki máli hvorum megin við ákveðum að hafa x-in og hvorum megin tölurnar. Ég gæti allt eins ákveðið að hafa allar tölurnar vinstra megin og all x-in hægra megin. Og sýna ykkur þetta dæmi og það ætti að gefa okkur sömu útkomu. Þannig að vindum okkur í þetta. Og fyrsta sem við myndum gera er að reyna að einfalda þetta aðeins áður en ég fer að færa yfir. Til dæmis með að leggja saman líka leiði hér og passa mig á að horfa í formerkin. 7x minus 3x það eru 4x. Og svo er bara að tala 4 hérna, þannig ég get ekkert lagt hana við neitt. Og hinum megin get ég aðeins laga þetta til líka. Ég er með þrist hér og svo bæti ég 16 við. Og það eru samtals 19. Og svo kemur minus x hérna með. En nú ætlum ég að fara að færa yfir samansammerkið og við byrjum á að hafa þetta þannig að ég einangri öll x-in vinstra megin og tölurnar hinum megin. Og þá myndi ég vilja losna við þessa 4 færa þá yfir samansammerkið til hægri og þá stendur eftir 4x sem ég færi ekki hinum megin er 19 minus x og svo kemur plus 4 sem ég færi yfir og þá munið þið að allt sem fyrir yfir samansammerkið breytist í andstöðu sína verður semst minus 4 hinum megin og síðan ætlum ég að færa þetta hérna minus x alltaf að passa að horfa í formerkið sem fylgir með ég ætla að færa það yfir til vinstri til að safna x-unum þar og þá myndi það breytast í vantilega plus x og hér er ég komin með þetta á svona nokkuð þægilegt róf allar tölur hægra megin og all x-in vinstra megin og þá get ég einfaldað þetta eins meira 4x plus 1x í viðbót það eru 5x og 19 minus 4 eru 15 og þegar við erum komin hingað þá finnst mér reyndar ágætt að klára dæmið með því að segja ok, ég ætla að losna með 5 eða ég deili þetta með 5 og þá þarf ég að gera það hinum megin líka og þannig fæ ég út að x er jafnt og 3 þá væri hægt að prófa þetta og þið getið athugað sjálf hvort þetta sé rétt svar setja 3 inn í staðinn fyrir x allstaðar uppi og athugað hvort þið fáið það sama út en ég er nokkuð viss að þetta sé rétt svar en nú ætlum við hins vegar að prófa að leysa saman dæmi aftur nema að hafa allar tölurnar vinstra megin og x-in hægra megin og athugum hvort við fáum aftur út svarið að x er jafnt og 3 þannig að byrjum við upp á nýtt fyrsta skrifið væri eftir sem áður að reyna að einfalda þetta aðeins 7x og minus 3x það hefur ekkert breyst, það er áfram 4x og svo plus 4 hinum megin get ég lagt saman 3 og 16 það eru 19 og svo minus x og nú ætlum ég semst að færa x-in til hægri og tölurnar til vinstri þannig að þessi 4x sem eru hérna, ég ætla að færa þau hingað og skrifa þá annað upp óbreytt plus 4, ég færi það ekki neitt það er óþarft að skrifa plus fyrir framann 4 þýðir bara jákvæður 4 hinum megin er ég með 19 minus x og svo það sem ég færði yfir 4x verða að minus 4x og svo ætla ég að færa 19 yfir til vinstri og þá lítur það svona út fjarkinn sem ég færi ekki neitt er ennþá á sínum stað 19 verður að minus 19 hinum megin er ég með minus x og minus 4x og nú eru kannski einhverjir orðnir hræddir sjá alltaf þess að mínusa og halda við endum með einhver annað svar en áðan við klárum aðeins dæmið 4 minus 19 og þá myndi ég enda í minus 15 getið séð það annarkvort á vasreikninum eða bara með að setja upp á talnalínu og sama hérna með minus 1x og minus 4 í viðbót
og hægra megin ég þá komin með mínus 5x. Og líkt og áður, að þegar ég komin á þennan stað, ég með allar tölurnar samanlagðar öðrum megin og x-in hinum megin, þá get ég endað að finna hvað 1x mikið með að deila með mínus 5 til að losna við það, en þá verð ég að deila með mínus 5 hinum megin líka. Og ef þið munið eftir í úr síðasta hefti, hvað gerist ef ég með 2 mínustölur og deili, og þá verður svarið plús. Og 3 jafnt á x, þýðir að sjálfsögðu að x jafnt á 3. Þannig að skiptir ekki máli hvorum megin við söfnum saman x-unum og tölunum. Aðalatriðið að ef við gerum þetta rétt, þá endum við með sama svar. Við kíkjum á næsta dæmi, og það sem þetta dæmi á að sýna okkur að forgangsröð aðgerða skiptir ennþá máli. Þannig að áður en við getum farið að leggja saman líka lið og færa yfir samansmerkið, þá myndi ég byrja á að margfalda og deila þar sem það hægt. Og skrifa það dæmið upp aftur, 10 pluss, og nú reikna ég, 2 sinnum 4x, 4x og aftur 4x, þá ég komin með 8x. Sama sem 75 pluss og reikna 45 deilt með 3 sem eru 15. Og ég get meiri að aðeins laga þetta til hérna betur áður en ég fyrir að færa yfir. Og 10 pluss 8x þá jafnt og 90. En núna færi ég 10 yfir, því ég ætla að hafa x-in að vinstra megin og tölurnar hægra megin. Þá sit ég eftir með 8x, hinum megin ég með 90 og núna ég með mínus 10. Og einfalda það, þannig að 8x jafnt og 80. Og nú get ég loksins fundið hvað 1x mikið, þess að deili með 8 báðum megin. Þá kemur ljós að x jafnt og 10. Þannig að hér vorum við bara að sýna forgangsröðin gildir, en þegar við erum búin að því, þá höldum við áfram að leysa jöfnuna eins og áður. Við snúum okkur að síðasta dæminu. Og það sem þetta dæmi á að sýna okkur að stundum fáið í jöfnur með svigum, og það ekkert hættulegt, þið eru búin að vinna aðeins með sviga. Og stundum gæti við jafnvel verið með einhverja tölu fyrir framan svigan, og þá þyrftum við að sjálfsögða margfalda inn í svigan, leiðum við losnum við hann. En hvað gerum við aftur hérna? Jú, við megum taka svigan í burtu, og þá kemur ein regla sem við þurfum að muna og eigið að þekkja. Eina sem við pössum að ef það mínus fyrir framan sviga, hvað gerist þá? Þá breytast merkin sem inn í sviganum. Alveg sama hver þau þau bara breytast í andstöðu sína. Og við vorum búin að fara yfir það af hverju það gerist. En fylgjum bara þessari reglu að ég ætla að taka svigan í burtu, skrifa það mínus 3 og nú þarf ég að passa að breyta og skrifa pluss 2x jafnt og 20. Og þegar við erum komin á þetta stig, þá leysum við eins og áður, færa yfir og einangra x-in. Ég get aðeins minnkað umfangið hérna með að leggja saman 15 og draga 3 frá og skrifa sem sagt 12 pluss 2x jafnt og 20. Og núna færi ég þá 12 yfir og sitja eftir með 2x og hinum megin 20 og þá mínus 12. Og ef ég reikna það, 20 minus 12, þá fæ ég út að 2x jafnt og 8. Og núna get ég loksins fundið hvað 1x mikið, ég ætla að losna við tvistinn, deila með 2 báðum megin og þá kemur ljós að x jafnt og 4. Sem sagt, ef ég set 4 inn í staðinn fyrir x í upphaflegu jöfnuna, þá fæ ég út að sama báðum megin. En þið eru kannski að hugsa allar þessar reglur sem ég er búin að fara yfir, en þið komist ekki hjá því að læra þær ef þið ætlið að ná góðum tökum á stærðfræðinni. En kosturinn við allar þessar reglur að það eru sárafáar undantekningar í stærðfræði. Þannig að ef þið leggið á okkur þá vinnu að læra reglunar, eins og til dæmis það sem við vorum að gera hér, að mínus fyrir fram að sviga breytist merkið inn í sviganum, þetta ein reglan sem við höfum farið yfir, að þá ætti ykkur að ganga vel. Og svo það auðvitað bara með jöfnur eins og allt annað í stærðfræði og reyndar annars staðar líka, að ef þið eru duglega að æfa ykkur, þá kemur þetta alltaf lókum. Og það einmitt það sem þið ætlaði að fara að gera núna, að æfa ykkur. Þannig að ég bara þakka fyrir mig.